Í dag þriðjudagurinn 27. mars 2019 og hér fer fram 1290. fundur bæjarstjórnar Akraness og ég segi fundinn settan. Eftirtaldir bæjarfulltrúar sitja þennan fund. Það eru Rakel Óskarsdóttir, Valgarður L. Jónsson sem hér talar og gegnir stöðu forseta bæjarstjórnar, Elsa Lára Arnardóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Ára Daðadóttir og Ólafur Adolfsson. Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, situr einnig fundinn og sér ritun fundargerðar og von á bæjarstjórunum, Sævari Frey Þráinsyni, sem missir af upphafi fundarins en kemur til okkar hér á eftir. Nú, áður en að við göngum til dagskrár að þá vill forseti bera upp hér í upphafi undir atkvæði fundarmanna breytingu á fyrsta fundalið. Það sem sagt að til viðbótar við útsenda dagskrá að þá bætist þar við 3 atriði sem að snúa að kosningu varaformanns í skóla- og frístundaráð, í öðru lagi kosningu varaformanns í skipulags- og umhverfisráðs og í þriðja lagi kosningu í stjórn Sorpurðunar Vesturlands. Þeir sem að samþykkja það að þessum atriðum verði bætt við undir fyrsta lið fundarins gjöra svo að gefa merki. Og það samþykkt með öllum atkvæðum. Þá göngum við til dagskrár og fyrsti fundarliður hefur málsnúmerið 1806033 og hér að ræða kosningu samkvæmt 43. grein samþykktar stjórn og fundarsköp Akraneskaupstaðar. Hér að ræða tillögu að breytingu á skipan bæjarfulltrúa í velferðarráði og stjórn Orkuveitu Reykjavíkur ásamt kosningu í öldungaráð Akraneskaupstaðar, jafnframt tillaga breytingu á varaformönnum í skóla- og frístundaráði og skipulags- og umhverfisráði ásamt breytingu á aðal- og varafulltrúa í stjórn Sorpurðunar Vesturlands. Og forseti les upp allar tillögurnar þar sem eitt mál að ræða og opna svo á umræður allar breytingar tillögurnar en síðan greiðum við atkvæði hverja og eina að umræðu lokinni. Þannig að ég óska eftir því að óski bæjarfulltrúar eftir að taka til máls að þá tiltaki þeir hvaða breytingu þeir að ræða hverju sinni. Þess að fyrsta tillagan snýr að velferðarráði að Anna Þóra Þorgilsdóttir taki sæti í velferðarráði sem aðalmaður í stað Elsu Láru Arnardóttur og jafnframt að Einar Brandsson taki við sem varaformaður í stað Elsu Láru Arnardóttur. Í öðru lagi breyting í skóla- og frístundaráði að Sandra Margrét Sigurjónsdóttir taki við sem varaformaður skóla- og frístundaráðs í stað Ragnars B. Sæmundssonar sem tekur það sæti sem aðalmaður. Í þriðja lagi skipulags- og umhverfisráð að Ólafur Adolfsson taki við sem varaformaður skipulags- og umhverfisráðs í stað Gerðar Jóhannu Jóhannsdóttur sem tekur þá sæti sem aðalmaður. Í fjórða lagi stjórn Orkuveitu Reykjavíkur Valgarður Lyngdal Jónsson taki sæti sem aðalmaður í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur í stað Guðjóns Viðars Guðjónssonar sem verði jafnframt varamaður. Í fimmta lagi stjórn Sorpurðunar Vesturlands að Karitas Jónsdóttir taki sæti sem aðalmaður í stað Óli Jakob Volden sem tekur þá sæti sem varamaður. Og í sjötta lagi öldungaráð að það verði þannig skipað að formaður verði Lífósi Skarstað og aðri fulltrúar verði Kristján Sveinsson og Elín Björg Magnúsdóttir og varamaður Ragnheiður Stefánsdóttir. Fulltrúar frá félagi eldri borgara verði Elí Halldórsson, Jóna Adolfsdóttir og Þjóðbjörn Hannesson, varamaður þeirra Viðar Einarsson og fulltrúi frá Heilbrigðisstofnun Vesturlands Ragnheiður Helgadóttir hjúkrunarfræðingur. Og orðið laust þennan fundarlið.
Það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Herru, ég vil bara koma hér upp. Ég að, sem sagt, ef að þetta verður samþykkt hér á bæjarstjórnarfundi í dag, að þær breytingar sem að fyrir fundinum liggja, að þá ég að hætta í velferðar- og mannréttindaráði og mér langaði nú bara að nota tækifæri hér og þakka fyrir mjög gott samstarf í velferðar- og mannréttindaráði það sem afir þessu kjörtímabili. En í minn stað kemur Anna Þóra Þorgilsdóttir en hún sat í ráðinu allt síðasta kjörtímabil minni mig án þess að, en hún sat allavega, hefur reynslu á því að sitja í velferðar- og mannréttindaráði frá því á síðasta kjörtímabili og hefur mikla þekkingu og reynslu á þeim málum sem að eru til meðferðar og vinnslu í ráðinu. Eins og framkom í inngangsorðum forseta þá tekur Einar Brandsson við varaformennsku í velferðaráði við þessa breytingu og auk þessa sem var samþykkt hér með afbrigðum í upphafi fundar þá eru verða einnig breytingar og ég ætla hérna að vísa í skóla- og frístundaráð að Sandra Margrét Sigurjónsdóttir taki við varaformennsku í skóla- og frístundaráði og hvað var það skipulags- og umhverfisráð að þar Ólafur Adolfsson að taka við varaformennsku. Þannig að með þessum breytingum sem að verða á ráðunum og embættismannaverkum og breytingum á aðilum eins og inn í velferðar- og mannréttindaráði þá virkja samkomulag sem gert var hér í bæjarstjórn eða á milli flokka í bæjarstjórn sem átti sér stað við vinnslu og breytingar á bæjarmálasamþykkt og mér langar bara að óska öllum þeim sem að taka við nýjum embættum og þakka þeim sem hafa verið að sinna embættum fyrir þeirra vinnu. Mér langar líka einnig að koma aðeins inn öldungaráðið og fagna því að það sé komið á dagskrá okkar hér í bæjarstjórn og tilnefningar í það. En öldungaráðið mun starfa í umboði bæjarstjórnar og skal vera bæjarstjórnarnefndum og ráðum Akraneskaupstað til ráðgjafar öll málefni og hagsmuni þeirra bæjarbúa sem eru 67 ára eldri. Og eins og framkom hjá forseta þá eru við að leggja það til hér að það skuli 3 fulltrúar kosnir í öldungaráð og þeir séu kosnir hér að bæjarstjórn og 1 til vara, 3 af fepan og 1 til vara og heilbrigðisstofnun. 1 fulltrúi. En öldungaráðið á að halda að minnstakosti fundi ársfjórðungslega auk opins fundar árlega með félagi eldri borgara Akraness og nágrenni og mér langar að óska öllum þeim sem að tilnefndir eru í ráðið velfarnaðir í þeim störfum sem að framundan eru og þarna þá held ég að ég sé komin með það sem að bara vildi þakka fyrir að mestu þau störf sem að þakka fyrir þau störf sem að og þá samvinnu sem ég hef átt við aðila inn í velferðar- og mannréttindaráði. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi fyrsta fundalið. Svo ekki og þá ber ég þessar breytingatillögur hér upp til atkvæðagreiðslu eina af annarri. Þetta eru þá alls 6 tillögur. Fyrsta tillaga velferðar- og mannréttindaráð Anna Þóra Þorgilsdóttir taki sæti í velferðarráði sem aðalmaður í stað Elsu Láru Arnardóttur og Einar Brandsson taki við sem varaformaður í stað Elsu Láru Arnardóttur. Þeir sem samþykkja þessa breytingu á velferðar- og mannréttindaráði gjöra svo gefa merki. Hún samþykkt 9-0. Önnur tillaga skóla- og frístundaráð Sandra Margrét Sigurjónsdóttir taki við sem varaformaður skóla- og frístundaráðs í stað Ragnars B. Sæmundssonar sem taki þá sæti sem aðalmaður. Þessi samþykkja þessa breytingu
á skóla- og frístundaráði gjöra svo vel gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Þriðja tillaga skipulags- og umhverfisráð. Ólafur Adolfsson taki við sem varaformaður skipulags- og umhverfisráðs í stað Gerðar Jóhönnu Jóhannsdóttur sem taki þá sæti sem aðalmaður. Þeir sem samþykkja þessa breytingu gjöra svo vel gefa merki. Það eru allir samþykkir því. Fjórða tillaga stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Valgarður Lyngdal Jónsson taki sæti sem aðalmaður í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur í stað Guðjóns Viðars Guðjónssonar sem verði jafnframt varamaður. Þeir sem samþykkja þessa breytingu. Hún er samþykkt 9-0. Og fimmta tillagan stjórn Sorpurðunar Vesturlands að Karitas Jónsdóttir taki sæti sem aðalmaður í stað Óla Jakob Volden sem tekur þá sæti sem varamaður. Þeir sem samþykkja þessa breytingu á stjórn Sorpurðunar Vesturlands. Það eru allir samþykkir því. Og í sjötta lagi öldungaráð. Nú ætla ég aðeins að ráðfæra mig hér við sviðstjóra áður en ég ber upp kannalið. Erum við ekki að kjósa þess að hingað þess að þau sem að þetta og það er búin að tilnefna þess. En verður við að samþykkja það? Já, ok. Já, þetta er á hreinu. Það er allt öldungaráðið sem að hér er borið undir atkvæði bæjarfulltrúa. Og tillagan er þá sú að öldungaráð skipi Líf Ási Skarstað sem verði formaður ráðsins og aðrir fulltrúar verði Kristján Sveinsson og Elín Björg Magnúsdóttir og varamaður verði Ragnheiður Stefánsdóttir. Fulltrúar frá félagi eldri borgara verði Elí Halldórsson, Jóna Adolfsdóttir og Þjóðbjörn Hannesson og varamaður þeirra verði Viðar Einarsson og fulltrúi frá Heilbrigðisstofnun Vesturlands verði Ragnheiður Helgadóttir. Þessi samþykkja þessa skipan öldungaráðs Akraneskaupstaðar gjöra svo vel gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Þá förum við í annan fundarlið. Hann hefur málsnúmerið 1903-141 fæði starfsmanna Akraneskaupstaðar matarmiðar. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 14. mars síðastliðinn tillögu hækkun á verðgildi matarmiða fyrir starfsmenn Akraneskaupstaðar og vísar ákvörðu sinni til staðfestingar í bæjarstjórn Akranes. Og orðið er laust og Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Þá farið upp og segið Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágætu bæjarfulltrúar, hvað á ég að segja? Ég er væntanlega vana við þessu máli þar sem ég nýti mér á þessa matarmiða. Takk. Og víkka. Takk fyrir bæjarfulltrúi Gerður Jóhannsdóttir og Bára Daðadóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, þeir sem okkur hlýða. Ég er í sömu stöðu á Gerður og starfa hjá bænum þannig að ég vík af fundi. Já, forseti bara talar aðeins úr sæti, bara til að útskýra að ég er líka starfsmaður Akraneskaupstaðar og einnig bæjarfulltrúi Sólveig Arnardóttir en við erum ekki notendur þessara matarmiða sem það eru mötuneytið okkar vinnustöðum bara og þeir eru ekki í boði fyrir okkur bara þannig að við erum hæf til að fjalla um þetta mál. Bara svona til að hafa það á hreinu. En orðið er laust varandi þennan fundalið. Það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Ég langar nú bara svona að kannski hvetja okkur að horfa til framtíðar í þessu máli. Þetta er mjög sérkennilegt máli sem matarmiðar. Ekki það, ég vil ekki að fólk fái sér næringu, það snýst ekki um það, heldur fyrirkomulagið. Að hér geta starfsmenn fengið keypta matarmiða og nýtt hér út í bæ
til þess að kaupa sér hádegismat og gott og vel og ég er alveg viss það að Akraness kaupstaður sparar á því í staðan fyrir að vera að reka hér dýrt mötuneyti. Þannig að ég nú eiginlega talsmaður þess að halda áfram í þetta en kannski það væri fróðlegt að reyna að taka einhverja sirpu á því hvernig við getum nútímavætt í rauninni þessi vinnubröð sem í kringum þessa matamiða. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir og bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég vil bara koma hér upp og taka undir orð bæjarfulltrúa Rakelar Óskarsdóttur það að það megi horfa það hvernig hægt að nútímavæða þetta fyrirkomulag og svona þegar ég hef verið aðeins að hugsa þetta og velta þessu fyrir mér þá liggur nú fyrir jafnvel á einhverjum fundum á næstunni eða fljótlega að við þurfum að afgreiða erindisbréf stofnun starfshóps mötunetismál, hvort að þar getum við jafnframt síðan litið til þátta sem gætu jafnvel orðið lausn í því að starfsmennirnir allir eigi kost á því að fá mat frá sem aðgang að svona mötuneti hjá bænum en sem sagt þetta þannig að þeir starfsmenn Akraness kaupstaðar sem hafa ekki aðgang að mötuneyti að þeir eigi rétt á þessum matarmiðum en þessar aðstæður ekki til staðar fyrir talsverðan stóran hóp starfsmanna Akraness kaupstaðar sem vinna til dæmis inn í leikskólum eða grunnskólum bæjarins þar eru mötuneyti og starfsmennirnir borga ákveðna upphæð sjálfir fyrir þá máltíð sem þeir kaupa og svo upphæð tekur breytingum í samræmi við vísitölu neysluverðs ár hvert. Þannig að, en ég held við mættum alveg líta til þeirra framtíðar fyrirkomulega sem við erum jafnvel að líta til hvað varðar mötunetismál eða nútímavæða þetta fyrirkomulag. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða þetta mál. Svo ekki og þá les ég hér eftirfarandi tillögu að bókun. Bæjarstjórn samþykkir með vísan til ákvæða kjarasamninga starfsmanna sveitarfélaga að verðgildi matarmiða fyrir starfsmenn Akraness kaupstaðar verði krónur 1600 sem taki gildi frá apríl 2019. Og forseti vekur athygli á því að þarna talað frá apríl í gögnum frá bæjarráði stóð einhvers staðar frá mars en þar var misvitun að ræða. Þetta átti alltaf að vera svona. Þannig að þetta sú tillaga sem hér lögð fram. Þeir sem að samþykkja þessa afgreiðslu gjörðu svo vel að gefa merki. Og hún samþykkt 7-0. Híkur við aðeins á meðan að bæjarfulltrúar koma í salinn aftur. Þá höldum við áfram dagskrá. Bjóðum bæjarfulltrúana velkomna aftur í salinn. Skilst þar hafa farið í mat. Förum í þriðja mál. Það hefur málsnúmerið 18.05.150 til deiliskipulag Æðarodda, breyting vegna reiðskemmu. Hér að ræða breytingu á deiliskipulagi Æðarodda sem felst meðal annars í að skilgreina nýja lóð undir reiðskemmu. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingi verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 og orðið laust þetta mál. Og það enginn sem kveður sér hljóðs undir þessum lið.
Þannig að þá ber forseti upp eftirfarandi tillögu að afgreiðslu. Bæjarstjórn Akraness samþykkir deiliskipulagsbreytingu búfjársvæðis á Æðarodda Akranesi og breytingin verið auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Eins og samþykkja þetta gjörðu svo gefa merki og það er samþykkt 9-0. Þá förum við í 4. fundarlið. Hann hefur málsnúmerið 19-01-367, deiliskipulag skógarhverfi annar áfangi, Baugalundur 6. En á fundi skipulags- og umhverfisráðs þann 18. mars síðastliðinn var fjallað umsókn að breyta nýtingarhlutfalli lóðarinnar við Baugalund 6 úr 0,35 í 0,36. Erindi var grenndarkynnt frá 7. mars til 4. apríl 2019 fyrir lóðarhöfum við Blómalund 1 og 3 og við Baugalund 1, 3, 4 og 8. Lóðarhafi á Baugalundi 8 skilaði inn lóðinni, aðrir hafa sendt inn tölvupóstum að þeir gera ekki athugasemd við breytinguna. Og skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingi verði samþykkt og send skipulagsstofnun og auglýsingum gildistöku birt í B-deild stjórnartíðinda. Og orðið er laust þetta mál. Og það er, nei, þetta var misskilningur. Það er enginn sem óskar eftir að ræða þetta mál, þannig að þá er tillaga afgreiðslu eftirfarandi. Bæjarstjórn Akraness samþykki deiliskipulagsbreytingu skógarhverfi annars áfanga sem felst í að breyta nýtingarhlutfalli lóðarinnar við Baugalund nr. 6 úr 0,35 í 0,36. Að breytingi verði send skipulagsstofnun og birtingu auglýsingar við gildistöku breytingarinnar í B-deild stjórnartíðinda. Þessi samþykkja þessa afgreiðslu gjörðu svo gefa merki og hún er samþykkt 9-0. Þá erum við komin að 5. máli á dagskrá. Það hefur málsnúmerið 19-03-168, þetta er Dalbrautarreitur. En skipulagsráðgjafi lagði fram lagfæringar á greinargerð sem gerð var vegna skipulags fyrir Dalbrautarreit og samþykkt var í B-deild stjórnartíðinda þann 30. nóvember 2017. Lagfæringar felast í eftirfarandi að tafla 2 í kafla 353 er að mati skipulags- og umhverfisráðs einungis til viðmiðunar varðandi lágmarksfjölda íbúða. Í töflu 5 undir kafla 3.7 er misritun á fjölda bílastæða í kjallara við Dalbraut 4 í stað 45 stæða á að standa 35 stæði. Skipulags- og umhverfisráð tekur undir ofangreindar lagfæringar skilning og skal það álit haft til hliðsjónar við veitingu byggingarleyfa á lóðum viðkomandi skipulags- og Dalbrautarreit og óskað er eftir staðfestingu bæjarstjórnar. Þeir sem að vilja ræða þetta mál gjörðu svo vel að gefa merki. Það er bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Mér langar nú bara aðalega að forvitnast varðandi í rauninni fyrri lagfæringuna. Hvaða er sem, hvaða hugsun það er sem liggur á bakuð þessa breytingu og hvaða er sem menn sjá fyrir sér í rauninni í þessum viðmiðunum, hversu langt er hægt að teygja sig. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarstjóri og þeir sem á hlýða. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir spurði lið 5 Dalbrautarreit. Það var raun og veru bara verið að skerpa á þeim viðmiðunum sem voru í skipulaginu fyrir. Það er ekki verið að hámarka eða lágmarka. Þú veist, það voru raun og veru verið að hámarka en það er bara verið að skerpa það sem áður kom og náttúrulega aðalmálið sem var bara þessi bílastæð, misritunin, það var í 45, frekar 35. Þetta er svona óverulegar
breytingar í skipulaginu. Á missettinu eins og kemur fram hann í setna að það væri 45 stæði í kjallaranum, þau eru 35. Átt að vera það. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi þennan lið. Svo er ekki og þá legg ég hér fyrir fundin eftirfarandi tillögu að afgreiðslu sem hljómar svo: bæjarstjórn Akraness samþykkir að við útgáfu byggingarleyfa á lóðinni Dalbraut 4 verði byggt á leiðréttri greinargerð skipulagshöfundar dagsett 18. mars 2019. Leiðréttingarnar felast í að í kafla 353 á blaðsíðu 20 í greinargerðinni er tiltekið að lágmarksfjöldi íbúða sé einungis til viðmiðunar og að í kafla 371 á blaðsíðu 20 sé tiltekinn fjöldi bílastæða í bílgeymslu Dalbrautar 4 alls 35 en ekki 45. Þessi samþykkja þessa afgreiðslu gjör svo að gefa merki. Það eru allir samþykkið því 9-0 eins og við segjum. Þá förum við í 7. fundarlið. Hann hefur málsnúmerið 17.11.001 Bjarg íbúðafélag umsókn stofnframlag október 2017. Hér að ræða yfirlýsingu Akraneskaupstaðar heimild til veðsetningar vegna lóða við Asparskóga 12, 14 og 16. Og orðið er laust þetta mál. Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjör svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, eru aðeins að fyrirgefa mér ef að ég er ekki með þetta á hreinu en mér langar að forvitnast það ef það er hægt að útskýra hvaða áhrif þetta hefur í rauninni á stofnframlagið upp á endurgreiðsluna á því að það er ákveðin kvöð á eigninni sem slíkri að við eigum þarna pening inni og þegar þá eignin er veðsett á fyrsta veðrétt, hvað gerist ef hún til dæmis er boðin upp? Er okkar framlag þá tryggt eða ekki? Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Og bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur beðið orðið. Gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Spurning bæjarfulltrúa Einars Brandssonar, þá hefur verið gert ráð fyrir þessu í lögunum og í þeirri ákvarðanatöku sem tekin var hvað varðar stofnframlögin. Eina sem er hér að lánastofnunin við gat ekki veðsetta fyrir en væri komið búið samþykki og undirskrift hérðan frá bæjarstjórn. Þetta er það vantaði þá undirskrift og þá samþykkt og það eru við að leggja fyrir hér núna svo lánastofnunin geti sett fram þessa heimild til veðsetningar. Og þar sem ég var að afla mér upplýsinga spurningu þína Einar Brandsson bæjarfulltrúi, þá ætla ég bara að fá líka að afla frekari upplýsinga til þess að skilja hana algjörlega miklu betur. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég verið að fyrirgefa mér en ég er ekki
finnst ég ekki að fengi svar við spurningunni. Finnst svolítið óþægilegt að greiða atkvæði það að heimila kröfu á fyrsta veðrétt án þess að ég viti og hafi tryggingu fyrir því að það stofnframlag sem við höfum lagt fram við gerð þessara byggingar að það sé tryggt, og ég sé með alveg á hreinu að ef ég greiði atkvæði með þessu að ég sé ekki að fórna þeim peningum. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gefum hérna bara smá hlé í örlitlega reikistefnu. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir, næsta mælendaskrá, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég vona ég sé skýrar í svörum mínum núna. En það þannig að samkvæmt lögum stofnframlög og samkvæmt samþykktum okkar hér það að veita stofnframlög, þá þurfum við að taka þetta til samþykktar hér svo að lánastofnunin geti heimilað þá veðsetningu sem verið að óska eftir, en byggingaraðilinn hann verður alltaf, hann sækir sér stofnframlag til okkar og til ríkisins. Þetta stofnframlag veitt með þeim skilyrðum að það sé endurgreiðanlegt að þeim tíma liðnum sem að lánin uppgreidd, og þó að þetta sé ekki tryggt á fyrsta veðrétti, þá við getum í rauninni ekki tryggt þetta. Nei, samkvæmt lögfræði áliti sem ég fékk þá í rauninni ekki hægt að tryggja þetta nákvæmlega, en þau skilyrði sem við setjum samt sem áður það að þetta sé tryggt að eigi að borga okkur þetta tilbaka 50 ára liðinu. Þannig þetta í rauninni bara, það allt samkvæmt í rauninni lögum almennar íbúðir og lögum veitingu stofnframlaga. Það í rauninni verið að fara algjörlega eftir því sem þar kveðið á og byggingaraðili verður alltaf að sækja sér samkvæmt þessum lögum stofnframlag til ríkis og sveitarfélaga, og sveitarfélögin hafa val það hvort að þau geri þá kröfu þetta sé endurgreiðanlegt eða ekki, en við gerðum þá kröfu, og ef að þetta samþykkt hér í bæjarstjórn þá erum við að veita þá heimild að þessi veðsetning fari fram. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir og bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Óskar eftir að koma í þriðja sinn og það góðfúslega veitt, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég óska eftir því við forseta að við gerum smá fundarhlé á þessum fundi og það fáum hér fullnægjandi vissu fyrir því að það sem við erum að afgreiða hér standist. Mér finnst það ekki, í mínum huga þetta eins og það séu það 2 lög kannski sem stangast á, en það sem við höfum lögfræðing í salnum að þá óska ég eftir því að verði gert fundarhlé, að öðrum kosti get ég ekki greitt atkvæði með þessu. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson, og forseti boðar fundarhlé þannig að við getum aðeins skrafað og skeggrætt þetta mál sem hér til umræðu. Tökum fundarhlé og komum aftur eftir nokkra mínútur.
Þá hefjum við funda 9 eftir fundarhlé. Hér fer fram 1290. fundur bæjarstjórnar Akraness og við gerum hér fundarhlé í umræðum 7. fundarlið og forseti leggur til að við bíðum með afgreiðslu 7. liðar þar til í lok fundar. Geymum hann og höldum svo áfram með dagskrárna. Þessi samþykkja það, verður svolítið gefa merki. Það allir samþykkir því. Og þá göngum við til fundarliðar númer 7. Hann hefur málsnúmerið 19.01.005. Þetta er fundagerðir bæjarráðs á árinu 2019 og hér er að ræða fundagerð númer 3369 frá 14. mars 2019 og orðið er laust þessa fundagerð. Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að fara hérna örstutt yfir fundargerð bæjarráðs. Þetta er fundur númer 3369. Hann var þann 14. mars síðastliðinn. En dagskrárliður númer 1, það var starfshópur uppbygging á Dalbraut 4, hérna þjónustumiðstöðin, sem við hér í bæjarstjórnum vorum að taka skóflustungu að hérna í allir sameiningu fyrir örstuttu síðan og nú komin risahola hérna við á Dalbrautina og allt að gerast. En á þessum fundi hérna bæjarráðs kom Guðjón Viðar Guðjónsson sem var formaður starfshópsins og í rauninni fór yfir lokaskýrslu starfshópsins hvað varðar uppbyggingu á Dalbraut og í starfshópnum voru fulltrúar frá bæjarstjórn og frá FEBAN, frá heilbrigðisstofnun og auk þessa embættismenn bæjarins en með hópnum störfuðu auk þessa hönnunarráðgjafar og það var unnið þarfagreining sem tók með að félagsstarfi FEBAN og félagsstarfi á vegum aldraðra hjá Akraneskaupstað og annarra tómstunda iðkunar eldri borgara hér á Akranesi og í vinnu hópsins tók hópurinn var að skoða ýmsa rýmisþörf í húsnæðinu og sveigjanleika á starfsemi rýmisins og það var að vera að vinna með kostnaðargreiningu, skoða hvað samlegðar áhrif væru með annarri starfsemi innan hússins og ýmis önnur atriði sem að skoðuð voru. Hópurinn hann fór einnig í vettvangsferðir að skoða starfsemi annarra sambærilegra þjónustumiðstöðva og mig langar hérna í rauninni bara að þakka þeim sem áttu sæti í þessum starfshópi fyrir þeirra vinnuframlag og það er mikilvægt að vera komið með niðurstöðu þessa starfshóps sem liggur fyrir nú sem er ráðgefandi álit fyrir okkur sem setjum hér í bæjarstjórn og já, dagskrárliður númer 2, það eru tryggingar Akraneskaupstaðar útboð en þarna var farið yfir gögn sem snúa þeim málum inn í bæjarráði en þetta snýr að tryggingum okkar hérna, það er fasteignafélagi Akraneskaupstaðar, fasteignafélagi Akranes, byggðasafninn á Görðum og Höfða, hjúkrunar og dvalarheimili. Dagskrárliður 3, það er vinnuskólinn okkar, það er svona vinnuskólinn hérna ákvarðanir núna fyrir sumarið sem er að koma, vonandi fljótlega, laun unglinga 14-16 ára en þarna samþykkti bæjarráð tillögu skipulags- og umhverfisráðs 12,5% launataxta, hækkun á launataxta milli ára fyrir laun unglinga 14-16 ára og það var ekki sérstök athygli á því að þessi hækkun felur ekki í sér aukin útgjöld og á að rúmast innan fjárhags áætlunar ársins 2019 og mikil áhersla lögð á það inn í bæjarráði að fjárhagsáætlun ársins standist eins og verið hefur undanfarin ár undir styrkri stjórn Einar Skúlasonar rekstrarstjóra vinnuskólans. En samsagt undanfarin ár hefur það verið þannig að það eru mjög margir unglingar sem sækja vinnu annar staðar líka heldur en í vinnuskólanum og því hefur stundum farið minna fjármagn inn í þennan lið heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir og þessi hækkun er svona til að gera okkur sambærileg hvað varðar tímakaup fyrir unglingana og gerist í þeim nágranna sveitarfélögum sem við berum okkur saman við en þannig er allt í lagi að leyfa því líka að fylgja með að við höfum fór staðið betur að börnin okkar hafi fengið meiri vinnu
heldur hefur gerst sumstaðar annar staðar, þannig að svona nú það. Dagskrárliður númer 4, það mat á fjárfestingagetu Akraneskaupstaðar og það var verið að fara bara yfir fjárfestingagetuna, verið að skoða ákveðna sviðsmyndir, en eins og við höfum farið yfir hér á fundum þá vitum við að það eru mjög flott verkefni í gangi hér hjá kaupstaðnum, eins og frístundamiðstöð og fimleikahús og dalbrautareitur og ýmislegt annað. En nú hafa verið undanfarið í gangi 2 starfshópar, annars vegar framtíðaruppbyggingu hvað varðar leikskólamálin og á Jaðarsbökkum, og það var kallað eftir því bæði að mig minni hér í bæjarstjórn og minni mig í bæjarráði og örugglega inn í öðrum sviðum bæjarins, að það væri gert ákveðið svona mat á fjárfestingagetunu. Við getum séð þætti eins og lífeyrisskuldbindingar, afborganir lána, þau áhrif sem núverandi fjárfestingar hafa á stöðuna, við geta skoða hver íbúaþróun hefur verið og ýmislegt sjóðstreymi og aðra þætti. En það var mjög gott bara að fá þetta skjal og til þess að svona reyna átt sem liður í því að við náum átt okkur betur kannski á þeim sviðsmyndum sem eru fyrir framan okkur og þeirri stöðu sem uppi er. En þetta er auðvitað eftir að vinna áfram og tala saman og allt það. Dagskrárliður 6 er Guðlaug. Guðlaug heit laug, starfsleyfi og fleira, og hér var talað hana Guðlaugu við Langasand, sem hefur slegið rækilega í gegn, og maður það er bara frábært bæði í góðu veðri og í brjáluðu veðri. Það hefur sinn sjarma. Og því hefur nú verið fleygt fram að Guðlaugin sé svona hefði nýja kennileiti okkar skagamanna, svona kannski eftir að strompurinn fór, en svona, já. Og á fundi bæjarins í nóvember þá samþykkti bæjar að fjárveitingu upp að tæpa 4,3 milljónir sem og svo fjárveiting fór í laun og launatengdan kostnað, en opnunartími Guðlaugar hefur verið núna miðvikudaga og föstudaga frá 4 til 8 og allar helgar frá 10 til 2. Og þá var lagt til með í þeirri ákvörðu bæjarins að sumaropnunum væri frá 10 á morgnana til 6 á daginn, en á síðasta fundi bæjarráðs var þó ákveðið að vegna mikillar eftirspurnar að vetraropnunartími væri lengdur og auk þessa breytingar á sumaropnunartíma sem væri opinn þá frá 12 á hádegi til 8 á kvöldin, en þetta felur í sér aukin rekstrarkostnað tæpar 6,8 milljónir, en inn í því er verið að taka inn þætti eins og ákveðnar hreinlætisvörur, hálkuvarnir, hlífðarfatnað, merkingar og ýmislegt annað sem er verið að ganga frá á svæðinu. Dagskrárliður númer 9. Já, viðhaldsframkvæmdir 2019, en á fundum kom Ella María Gunnarsdóttir, forstöðumaður menningar og safnamála, og Alfreð Alfreðsson, umsjónarmaður fasteigna Akraneskaupstað, og ræddu kostnað vegna viðhalds og safnahúsi, en þar er að fara fram framkvæmdir, ýmiss konar framkvæmdir, eins og skiptu gluggamálningavinnu og endurbætur á húsnæðinu bara verulegar, en bæjarráð vísaði erindin til skipulags- og umhverfisráðs. Þá ætla ég næst örlítið að fara ofan í mál dagskrárliði númer 12 sem er sýslumaðurinn á Vesturlandi. En þetta fjallar þau í rauninni samskipti sem við hjá Akraneskaupstað höfum átt við dómsmálaráðuneytið og sýslumannin hér á Vesturlandi. En sem sagt undir þessum dagskrárlið eru sem sagt til dæmis svar dómsmálaráðuneytisins sem barst okkur, og það sem þau voru að svara athugasemdum sem hefur verið að koma á framfæri við dómsmálaráðuneyti vegna skertrar þjónustu hjá embætti sýslumannsins á Vesturlandi á skrifstofunni hér á Akranesi. Og en eins og við munum að hefur verið reifað hér úr ræðustól og víðar að þá er engin löglærið fulltrúi lengur hér á skrifstofu sýslumanns hér á Akranesi, þráttur að séum staðsti byggðarkjarni umdæmisins. En
og það í rauninni bara þarna niðurstaðan var farið yfir í rauninni ákveðna þætti í þessum samskiptum við dómsmálaráðuneytið og við sýslumann og niðurstaða bæjarráðs var sú að fela bæjarstjóra vinna málið áfram og eiga meðal annars fund með sýslumanni þegar hann verður hér á svæðinu. Dagskrárliður númer 15 að það eru samgöngumál og skil á Hvalfjarðargöngum og öryggismál en eins og við munum líka þá ályktuðum við hér í bæjarstjórn fyrir nokkrum fundum síðan öryggismál í Hvalfjarðargöngunum meðal annars vegna slyss sem varð í göngunum 12. febrúar þar sem við lýstum yfir verulegum áhyggjum af stöðu öryggismála og þar í rauninni vorum við að leggja og ítrekka í rauninni fyrir áhyggjur af okkar af því þegar Vegagerðin væri búin að taka við göngunum og að sem sagt öryggismál og þeim væri framfylgt algjörlega en Vegagerðin og Bergþór Þorkelsdóttir forstjóri Vegagerðarinnar hún í rauninni svaraði okkur mjög vel og í rauninni tók erindi til greina og fór yfir þær endurbætur sem verið að gera hvað varðar öryggismál í göngunum sem er meðal annars myndavélabúnaður að þeim eru fjölgað og mér langar bara að nota þetta tækifæri hér og þakka Bergþóru og þeim í Vegagerðin fyrir mjög góð svör og segi bara að það væri frábært ef að okkur þessi svör væri höfð bara leiðarljósi í ýmsum erindum sem við þurfum að vinna með. Ég held ég láti þetta gott heita þennan fund bæjarráðs og að sinni. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða þessa fundargerð bæjarráðs. Það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Formaður bæjarráðs Elsa Lára Arnardóttir fór svo sem ítölulega yfir nokkra þætti en ég ætla samt sem áður að fá að nefna örfá atriði undir 4. lið að langar að koma á framfæri kærum þökkum til Sigurðar Páls sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs fyrir hans vinnu í þessu fjárfestingagetu plani okkar og þetta plan hefur tekið miklum breytingum frá því að við áttum sameiginlega fund svið í Tónbergi fyrir örfáum vikum síðan þar sem var réttilega bent á það frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins að það vantaði kannski svolítið rekstrarforsendur inn í þetta reikniformúlur og afborgunni lána og þá skuldastöðu sveitarfélagsins miðað við þá fjárfestingagetu svo við gætum farið á hverju sinni á hvað tímabili og svo framvegis og hvenær þyrfti að grípa til lántöku og svona hvenær í ferlinu. Og mér finnst þetta gríðarlega góð viðbót og þakka þeim Þorgeiri fjármálastjóra og Sigga Palla fyrir þessa vinnu. Virkilega gott og ég held að skjalið sé örugglega alveg komið svona upp í 80-85% svona þangað til að verði fullkomið sem að verða væntanlega seint en þetta er virkilega lifandi skjal og það er gott fyrir okkur sem að höfum gaman að grúska í þessum tölum og rekstri bæjarins yfir höfuð að sjá í rauninni hvar tækifæri liggja. Þau eru víða og ég nefni aftur hér og þreytir seint á því að fara að skoða þessar fasteignir sem við eigum og með við þá viðhaldsstörf sem að liggur fyrir þá er það alveg skýrt mála að við þurfum að endurskoða þetta vel ofan í kjölinn. Og er svo sem glöð að sjá að skipulags- og umhverfisráð er eitthvað aðeins byrjað að skoða eitthvað á þeim nótunum. Annað sem að mér finnst líka svolítið sérkennilegt í þessu skjali og ég veit að það sé svo sem
einhver vinnuregla en varðandi íbúa þróunna að hún sé undir 1% í okkar áætlunum en náttúrulega pínu skökkmynd. Það er auðvitað opaslega auðvelt að verða ríkur í Excel og það er voða gaman, en það er kannski líka svolítið gott að vera raunsær og íbúaþróun undir 1% er eitthvað sem við erum ekki búin að sjá síðastliðin ár, og ef við reynum að stilla því kannski nær raunveruleikanum, og er ég ekki að tala um það að við þurfum að vera eitthvað óraunhæf í því að þá erum við líka að sjá auknar útsvarstekjur. Þannig að við fannst svona rétt allavega að benda á það og gerði það svo sem á fundi Bæjarráðs. Þá er mál nummer 6, Guðlaug heit laug, og þarna kom á fundin Sædís Alexía Sigmundsdóttir verkefnastjóri og Ágústa Rósa sem er forstöðumaður íþróttamannvirkjanna, og komum með virkilega gott minnisblað til okkar á fundin þar sem að þau kannski reyna að færa rök fyrir því sem að gerðu svo sem að það hefur verið kostnaður auki á þessu verkefni, og ég held að við sem stóðum fyrir þessu verkefni á sínum tíma í síðasta meirihluta og svo sem með Framsóknarflokknum líka að við höfum trú á þessu verkefni, og við vissum það að þetta var verkefni sem að ætti eftir að þróast og við ættum eftir að sjá hver ávinningurinn og trú íbúa og ferðamanna yrði á þessu, og ég held að það sé algjörlega bara búið að sanna sig að væntingar fólks hefur bara farið fram úr björtustu vonum, og maður heyrir bara mikla gleði og kátínu með þetta. Þannig ég bara fagna því innilega, og fagna því líka að Samfylkingin sem komin að vagnin með okkur í þessu verkefni og samþykkir auka fjárveitingu til verkefnisins, að því við erum að auka fjárveitingu um 6,8 milljónir, og ég held að það sé alveg raunhæft með það minnisblað sem lagt var fyrir fundin. Svo er náttúrulega fabulering framundan í rauninni hvort og hvenær á að fara í gjaldtöku, og ég held að það sé ágætt að anda svolítið með nefinu þar og horfa á þetta ár svona sem kennslu ár fyrir okkur og læra og sjá í rauninni hvaða möguleika við höfum, og þegar kannski við erum farin að geta boðið upp á betri aðstöðu og betri þjónustu að fara þá að huga að einhvers konar gjaldtöku. Þá langar mig að nefna sýslumanninn á Vesturlandi, 12. lið, að formaður Bæjarráðs fór svo sem aðeins yfir þetta áðan, en mér fannst kannski aðeins skort á að í svarbréfi dómsmálaráðuneytisins kemur alveg skýrt fram. Það kemur alveg skýrt fram að völdin eru hjá sýslumanninum, og sýslumaðurinn, hann ræður alveg hvernig hann vill hafa þetta. Þannig að ef hann vill hafa 3 löglærða menn í Stykkishólmi, þá er það hans val, og við sitjum svolítið uppi með það. Þannig að við þurfum bara að halda áfram að berjast með kjafti og klóm og reyna að fá okkur fram, og það þarf bara að fara að horfast í augu við það í ráðuneytinu og hjá sýslumannsembættinu að þjónustan hér, það er bara skortur töluvert upp á, og við erum ekki sátt við það. Og hversu svo sem kemur til með að stýra ráðuneytinu, að þá getum við bara að byrja þessa umræðu upp og nýtt, og við erum þá með fleiri gögn sem að við höfum í okkar fórum hvernig samskipti okkar hafa verið, og það er ágætt að hafa það á prenti þegar við förum að semja þetta mál. Og ég ætla bara að lokum að taka undir orð formannsins samgöngumálin og skil á Hvalfjarðargöngunum, og algjörlega til fyrirmyndar svarbréf Bergþóru frá Vegagerðinni, og bara færum bestu þakkir fyrir. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi fundargerð Bæjarráðs.
Svo er ekki. Og er þar með fundargerð bæjarráðs númer 3369 frá 14. mars síðastliðnum lögð fram til kynningar. Og forseti leggur til að við tökum nú aftur fundarhlé til að skoða aðeins áfram máli sem að við skoðum í síðasta fundarhléi. Það eru nýjar upplýsingar komnar í hús. Meðan við gerum fundarhlé að nýju. Þá komum við enn tilbaka eftir fundarhlé hér á bæjarstjórnarfundi. Við erum stödd á 1290. bæjarstjórnarfundi sem haldinn er 27. mars 2019. Og fyrir fundarhlé lukum við fundarlið númer 7, höfðum þá frestað fundarlið númer 6, en forseti opnar hér með aftur á umræður fundarlið númer 6 með málsnúmeri 1711-001 Bjarg íbúafélag umsóknum stofnframlag. Og orðið er laust og það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Eins og forseti kom inn á þá erum við hér að ræða Bjarg íbúðarfélag og umsóknum stofnframlög, og hér var á dagskrá og er á dagskrá yfirlýsing Akraneskaupstaðar heimild til veðsetningar vegna lóða við Aspaskóga 12, 14 og 16. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom með spurningu hér fyrir fundarhlé sem átti sér líka stað aðeins fyrir á fundinum, sem sneri að því í rauninni þeirri tryggingu sem við höfum sem kaupstaður fyrir þeim stofnframlögum sem við höfum gert samning að leggja inn í þetta félag. Og eftir ýmis lögfræði álit og ýmis samtöl og umræður þá er það nú bara svo að í rauninni kaupstaðurinn er ekki tryggður fyrir þeim stofnframlögum sem lögð eru fram í félagi þar sem að lánastofnunin hennar veðsetning er á fyrsta veðrétti, þannig að ef að íbúðarfélagið færi í þrot þá í rauninni gæti versta sviðsmyndin orðið svo að þessir fjármunir væri ekki tryggðir. Eftir umræðu hér í bæjarstjórn þá er það tillagan að við þar sem að fundur bæjarráðs er seinnipartinn á morgun að þessu máli verði vísað þangað og bæjarstjóra verði falið að skoða og afla frekar upplýsinga þetta mál og leggja þær upplýsingar sem við fáum fyrir bæjarráð á morgun. Þannig að þar geta þeir fulltrúar sem þar sitja rætt málin áfram og síðan mun málið koma að lokum aftur fyrir bæjarstjórn þegar það verður tilbúið til þess að koma til einhverjar ákvarðanar töku. Þannig að það er tillagan að þessu verði vísað til bæjarráðs fyrir fundina morgun, bæjarstjóra falið að vinna málið áfram og það verður fundur í bæjarstjórn þegar málið takt til afgreiðslu. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki, og bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir lagði hér fram tillögu að þessu máli númer 1711-001 Bjarg íbúafélag umsóknum stofnframlag verði vísað til bæjarráðs eða nú bæjarstjórn. Þeir sem að samþykkja þá afgreiðslu málsins hér á þessum fundi gjör svo að gefa merki og samþykkt 9-0. Og þá höldum við áfram með dagskrá fundarins. Við erum komin að 8. fundarlið
Hann hefur málsnúmerið 19.01.006, þetta fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2019 og hér liggur fyrir ein fundargerð númer 102 frá 20. mars síðastliðnum og orðið laust þessa fundargerð. Hvorki gátt né gögnum. Forseti leggur til að við frestum 8. málið þar til í lok fundar og gefum hér starfsmönnum fundarins færi á að bæta úr því að það vantar þannig gögn, senda hérna bæjarfulltrúa að fá það sent í tölvupósti. Einhver sem hreyfir andmælum við því að við geymum 8. lið þar til í alveg í lokin. Nei, þá höfum við það þannig. Opnum aftur á 8. lið í lokfundar. 9. fundarliður hefur málsnúmerið 19.01.008. Þetta eru fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2019 og hér ein fundargerð lögð fram, fundargerð númer 107 frá 18. mars síðastliðnum og orðið laust þessa fundargerð. Það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Kannski bara í fyrsta nefna 15. lið, niðurfellinga á sementstrómpnum, þá bara sem fráfarandi sementstjóri þá er ég voða glöð að hann sé allur og átti ekkert í voðalega miklu tilfinningarlegu sambandi við hann. En ég heyri það hér út í bæ að þeir séu alveg örfáir sem eru ennþá á þeim vagni að sakna þessa skrýmslis. En það nú bara svo að við þroskustum í gegnum lífið í þessu eins og öllu öðru. Þannig að ég bara fagna því að hann sé farinn og þetta tókst bara alveg ágætlega þó að ekki hnökulaust en áfallalaust skulum við segja. Ég með nokkrar fyrirspurnir undir þessum fundagerð þó bæði beint og óbeint undir fundagerðinni. Mér langar að spyrja út í 7. og 8. lið. Skógahverfi breyting, þar talað að Árni Ólafsson skipulagshönnur hafi farið yfir breytingar á skipulagi og ég held að sé bara ágætt að kannski formaður fari aðeins yfir þær breytingar bæði á deiliskipulagi og aðalskipulagi og í rauninu þau ný gögn sem eru og komið fram kannski við auglýsingaferli á þessu máli. Og svo ég með fyrirspurnir hér til formanns að mig langar að spyrja út í stöðuna á deiliskipulagi á Tjaldstæðinu. Hvar það statt í ferlinu og hvaða ráðstafanir búið að gera á Tjaldstæðinu með við þær hremmingar sem áttu sér stað þar síðasta sumar vegna mikils votviðris og hvort að það sé farið að vinna eitthvað af þessu fyrir komandi tímabil. Einnig langar mig að spyrja framkvæmdirnar við svokallar grendastöðvar sem er svolítið langt síðan og kom inn á borð og átti að fara að líta dagsins ljós og ég mjög hrifin af því að það verkefni fari nú að líta dagsins ljós og vill fá að vita kannski hvar það statt. Ég hef ekki rekist á það í fundagerðum allavega nýlega. Og að síðustu þá ég kartöflubóndi líka og ég bíð alltaf spennt eftir því að vita hvenær við affundum garðana á vorin
og ég veit að við gamla fólki erum miklir áhugamenn þetta og hvenær á að plæja og gera þetta tilbúið fyrir okkar fullorðna fólkið. Já, fyrir mig sem kartöflubónda. Þá held ég að því ég var spurð þetta grínlaust í kjörbúðunum daginn, þannig að þá held ég sé ágætt að fáum að vita eitthvað það. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Gefum kannski smá þóttunar tíma. Þetta hefur ekki góða sem við. Deilskipulagt tjaldstæði og aðstæður tjaldstæði fyrir sumar, tjaldstæði Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og þeir sem áhlýða eftir öll hlýðin. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom mér upp og spurði góðra spurninga. Ef við byrjum hún spurði út í lið 7 og 8 sem sem sagt aðalskipulag skógahverfi breytingar. Þar kemur fram að Árni Ólafsson skipulagshönnur fór yfir drög að breytingum. Þetta eru aðra breytingar. Fyrstu breytingar voru þannig að við höfum verið að fækka einbýlisorlóðum og fjölga rað- og parsorlóðum. Því ásóknin hefur verið miklu meiri í þær. Gamla skipulagið var töluvert meira af einbýlisorlóðum á kostnað rað- og parsorlóða. Okkur fannst hins vegar í þeim drögum þau drög færu of langt nærri þeirri byggð sem í dag. Þannig við höfum mætt því og við erum að reyna að passa okkur að traðka á engum og vanda þessa vinnu. Þetta hins vegar þannig að sem betur fyrir mikið byggt og þannig að við þurfum að flýta þessari vinnu en samt ekki of því að þetta náttúrulega kemur til að standa lengi og við viljum vanda okkur í skipulagsvinnu. Það bara forsenda sómars, þannig að en við erum að vinna þetta að fullu. Tjaldstæðið, það umhverfisstjórinn okkar með það mál, það í vinnslu, það verið að skoða með hvað þeir hægt að fara í til þess að koma í veg fyrir svona vatnsöfnun. Fyrra náttúrulega var stór hluti af svæðinu á floti. Það náttúrulega líka skýrir svolítið að því að sumarið í sumar var vonandi bara sumar sem aldrei kemur aftur. En það þarf klárlega að fara í það að drena svæðið og annað til þess að ef svona kemur upp að setja bregðast við því. Grendastöðunar, það búið að panta gáma fyrir þessa einu grendastöð, þessa djúpgáma sem var búið ákveðina á Dalbrautinni. Við erum hins vegar líka að skoða heppilega staðsetningar á fleiri stöðum, til dæmis Semensreit upp í nýja hverfinu sem var þannig liður 7 og 8 og eins þá líka hvar væri þetta að koma þessu fyrir niður í bæ, það sem væri bara svona heppilega stöðar. En mér finnst allavega mjög mikilvægt að áður við förum á stað eins og Semensreitnum og upp frá að við séum búin að setja staðsetningar niður þó það sé eitthvað sem komi kannski ekki strax en það liggi þá fyrir að þarna sé möguleiki á grendastöðum. Þegar kemur að kartöflunum þá ég líka sjálfur kartöflubóndi, stoltur kartöflubóndi, en ég náttúrulega er greinilega ennþá meiri eldri borgar en Rakel að ég ræktaði í garðinu mínum. En það moldin hvergi betri sko. Það reyndar ekki gengið mjög vel, þannig að kannski fer ég að horfa hann upp undir. En ég verð bara að viðurkenna að ég bara er ekki alveg með svarið á rauðið þannig.
en ég skal bara afla þeirra upplýsinga og jafnvel bara verðu liði í sumar og metist gæði og magn. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar Sæmundsson og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Næsta mælingaskrá, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Já, það alveg rétt að formaður skipulags- og umhverfisráðs hefur ekki verið með okkur í kartöflugörðum Akranesa sem hann getur ekki við hliðina á mér því að við erum alltaf með sama garð, sjáðu til, þannig ég með nágranna að svo lengi sem að þeir vilja vera nágranna mínir allavega í kartöfluræktinni. Mér fannst ég kannski ekki fá ná skýrsvörum í rauninni hvenær við erum að sjá þetta verða að veruleika þessi grenndargámar upp við Dalbraut, en ég get svo sem fengið það betur. Ég held að sé rosalega mikilvægt að einmitt umhverfisstjórinn okkar sé svolítið á tánum í þessu verkefni að varðandi tjaldstæðið að það þarf að grípa snemma til bara núna þegar leysingarnir eru á undanhaldi eða er búið og það fer aðeins að þorna í og við þurfum að missa þetta ekki inn í sumar og sýna sóma okkar í því að standa vel að tjaldstæðinu. Og ég reyndar gleymd að nefna hér áðan að hvar staðan á umhverfisstefnun okkar er að nú er komin apríl og þetta átti að vera 2-3 mánaða að vinna með minnir og það væri fróðlegt að fá að vita hvar umhverfisstjórinn er með þetta verkefni og svo sem ásamt starfsmönnum á skipulags- og umhverfissviðinu og vona ég að það sé svona lítið dagsins ljós og kannski í framhaldi af þessu að þá langar mig að vekja athygli ykkar bæjarfulltrúa á ráðstefnunni sem Samband íslenskra sveitarfélaga stendur fyrir á fimmtudaginn og næsta sem væri væntanlega gott innlegg inn í öll þessi umhverfismál okkar sveitarfélagana. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir og næsta mælingaskrá bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða varðandi grenndargámana sem að Rakel minntist á, þá svona hjó ég eftir því að það væri eitthvað lítið hugsað kannski svona efri byggðina, grundirnar og Jörundarholtið og það allt saman, þannig að ég bara svona velta fyrir mig hvort að það ég ekki gera ráð fyrir því að íbúar þar fái líka grenndarstuð. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir og næstur á mælingaskrá bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Já, ef við byrjum á kartöflunum þá hljóta þessari formaðsstöð að fylgja eitthvað fríðindi, hljóta að geta. Nei, ég tek þetta til greina, ég bara held áfram heima. En gámarnir, þeir eru á leiðinni, það búið að raun og veru svona grunnhanna þetta sem það mannvirki sem þarf að vera í kring. Það hins vegar þetta á lóðamörkum eins og þetta hugsað og leið og gámarnir eru komnir þá getur við raun og veru bara að fara í þessa vinnu þá þetta svo tölvöld steypuvinna þessi gámar eru náttúrulega neðarjarðar og þetta eru stórir gámar. Umhverfisstefnan, við erum búin að vera að ræða þetta inn á fundum svona og undirbúnum umræðum hvað viljum við taka þarna svolítið inn og á næsta fundi á mánudaginn þá ætlar einmitt umhverfisstjóri að fara svolítið yfir það hvar við erum stödd í þessari vinnu. Hann hefur verið í samtali við Stefán sem okkar ráðgjafi í þessu.
Sandra hafði hérna áhyggjur af Efribyggðum. Það náttúrulega alveg sama Efri byggðir eins og bara gamla bæinn, þú veist, það þarf að finna einmitt heppilega staðar og ég einmitt sammála, við eigum að, þó að við förum við þetta er tölvöld dýra framkvæmdir og þetta eru dýri gammar og það er tölvöld vinna í kringum það að koma þessu niður, en við eigum samt sem áður að vera búin að finna staðsetninguna og svo bara tökum við það þá í einhverju plani, en við eigum að finnst mér og ég held að öll bæjarstjórn sé á því að við eigum að stíga ansi stór skref í þessum umhverfismálum og þetta er bara hluti af þeim. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Svo er ekki og er þá 107. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs hér með lögð fram til kynningar. Þá snúum við okkur aftur að 8. lið ef að nei, ég ætla ekki að gera það. Forseti var búinn að segja það kemur í lokin, en ég vil benda fundarmönnum á að fundargerðin er komin í gáttina og hægt að opna hana þar. En höldum okkur við það, við tökum 8. lið í lokin, förum núna í 10. lið og hann hefur málsnúmerið 19.007, þetta er fundargerð skóla- og frístundaráðs á árinu 2019 og hér liggur fyrir ein fundargerð, 100. og annar fundur sem haldið var 19. mars 2019 og orðið er laust með þessa fundargerð og það er bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar á þessum á okkur hlýða. 100. og annar fundur skóla- og frístundaráðs var haldið 19. mars síðastliðinn. Ýmislegt var rætt en mig langar að nefna sérstaklega tvennt. Á fundinn fengu leikskólastjórinn á leikskólanum okkar og fóru þeir yfir ársskýrslu leikskólana 2017 til 2018. Mér langar bara að nýta tækifærið og þakka þeim og starfsfólki okkar á leikskólanum fyrir þetta frábæra og metnaðarfulla starf sem verið er að vinna á leikskólum bæjarins. Svo var tekin ákvörðun að fara ekki í stóra breytingar á framtíðarhúsnæði grunnskólana núna skólaárið 2019 til 2020. Lagði þó til áfram verði unnið að framtíðarhúsnæði fyrir grundaskóla fyrir haustið 2020 og mætti ætla að þingið skólamálin í vor verði góðu vettvangur til þess. Á sama fundi var vísað til bæjarráðs ákvörðun að bæta við að auka kennslustofu við grundaskóla, en eins og allir vita hefur ein laus kennslustofa ekki verið, ein af þessum lausu kennslustofum sem eru fyrir utan grundaskóla ekki verið nothæf í töluverðan tíma og er komið til ára sinna. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi þessa fundargerð skóla- og frístundaráðs. Það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Ég ætla nú bara að byrja á því að fagna því að formaður skóla- og frístundaráðs segi hér að verður haldið skólaþing í vor og gleðst mjög yfir því og vona að tímasetning á því þingi fari kannski að koma til okkar allavega bæjarfulltrúa og skólasamfélagsins sem allra fyrst því að svo að allir geti nú gert ráðstafanir með að vera heima við og geta tekið þátt í þessu þingi. Þannig að ég fagna því mjög. Mér langar líka bara aðeins að við tókum svo sem ágæta umræðu á síðasta bæjarstjórnarfundi varðandi samstarfi Fjölbrautaskólann, Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi húsnæðismálin og mér finnst ég svona á bókunni að dæma að þessi hugmynd sé bara slegin út af borðinu
svona skóla frístundar og leggur til að halda verða áfram að vinna, finna lausn og sem gott og vel og við erum öll á sama vagni þar. En mér finnst svona eins og að það sé búið að slá þennan kost út á borðinu. Þannig að ég vildi bara svona varpa því hér fram hvort að það sé málið. Ég veit að það sé verið að, það kemur fram líka í fundagerðinni að það sé kalla eftir frekari samtali við Ársæl Már Arnarsson sem að stýrði þessum fundi í Fjölbrautaskólanum og sem mjög gott og ég vildi kannski bara fá smá botn í það hvort að þetta sé eitthvað sem að við erum ekki að fara að ræða sem alvöru kost eða hvort að við séum áfram að fara bara horfa í færanlegar kennslustofur eins og má dæma á þessari bókun. Þannig að ég bara fá kannski smá innsýn inn í þetta mál. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir og bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Næst á mælindaskrá. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Þetta er bara mjög góð spurning frá bæjarfulltrúa Rakel. En staðan er ekki þannig að það er ekki búið að slá þessa hugmynd út af borðinu, heldur verður ekki farið í hann í haust. Tíminn er bara ekki, þú veist, það er bara glátt liðið á veturinn og stutt í haustið og eins og ég talaði var vísað til bæjarráðs varðandi það að setja auka kennslustofu við grundaskóla og samkvæmt skólastjórunum þá á það að duga allavega í ár, næsta skólaár og það er í rauninni bara staðan. Þannig að áframhaldandi vinna með framtíðar bara þörf og hvernig við sjáum framtíðan með húsnæði grunnskólana, það á bara eftir að taka ákvarðanir það og bara ræða það betur. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi þessa fundagerð er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Ég þakka formanni skóla og frístundaráðs Báru Daðadóttur fyrir þetta svar og þetta er mun skýrara þar kannski heldur en fyrir mig að lesa kannski út úr þessu en ég held að þetta bara mikilvægt fyrir okkur að eða allavega þá sem standa að skóla og frístundaráði að upplýsingagjöf til bæjarbúa verði þá kannski svolítið aktív af því að ég var bara stoppuð á fundi í síðustu viku og þá var maður einmitt spurður þetta af foreldri sem var á þessum fundi okkar í Fjölbrautaskólanum og það sem að skilaboð barst heim úr skólanum voru kannski svolítið önnur en eru á meðal okkar inni, þannig að ég held að við þurfum að vera svolítið á tánum í það að upplýsa fólkið í samfélaginu sem að eiga börn á þessu skólastigi og 8., 9. og 10. bekk í rauninni hver raunveruleg staðamálin er. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi þessa fundagerð skóla og frístundaráðs, svo er ekki og er þar með 100. og önnur fundagerð skóla og frístundaráðs hér með lögð fram til kynningar. Við förum í 11. mál á dagskrá. Það hefur málsnúmerið 1903-119 og þetta eru fundagerðir stjórnar sorpurðunar Vesturlands á árinu 2019 og er hér að ræða fundagerð frá 1. mars 2019. Orðið er laust þessa fundagerð. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og er hér með fundagerð stjórnar sorpurðunar Vesturlands frá 1. mars síðastliðnum lögð fram til kynningar. 12. liður á dagskrá hefur málsnúmerið 1901-018. Þetta eru fundagerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga á árinu 2019 og er hér að ræða
869. fundargerð stjórnarsambands Íslenskra sveitarfélaga frá 15. mars síðastliðnum. Og orðið laust þessa fundargerð. Það bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og þeir sem áhlýða eða horfa. Það tvennt sem ég langa að spyrja út í varðandi þessa fundargerð bara svona fyrir forvitni sakir af því að það margt áhugavert í henni. Það þarna stóra bókunin, þar sem að mótmælt harðlega fyrir ætlun fjármála- og efnahagsráðherra að gera ráð fyrir í tillögu að fjármálaáætlun ríkisins að það séu skert framlög til jöfnunar og sveitarfélaga gífurlegar upphæðir. Og í lokin verið að tala að viðræðum verði í rauninni bara það á meðan á viðræðum stendur muni fulltrúar sambandsins engar ákvarðanir taka í samstarfsverkefnum ríkis og sveitarfélaga. Langaði bara að eitthvað að frétta af þessu, skilurðu? Eru viðræður í gangi eða bara status quo, bara svona spá í það. Og svo ég rosalega glöð að sjá þetta minnisblað, 5. lið, framkvæmd kostnaðarmats frumvarpa á þingsályktunartillagna 2014 til 2018. Það sem komið minnisblað það sem búið að taka saman þau lagafrumvörp og stjórnvaldsfyrirmæli sem að hafa ekki verið kostnaðarmetin á fullu. Og ég ætla bara að lýsa yfir gríðarlegri ánægju minni með það og vonast til þess að einhverju hreyfi það áfram og væri gaman að heyra hvað ætlið ykkur með þetta í framhaldinu af því að þeir eru komið gott verkfæri vonandi á stjórnvöld til þess að beita ykkur fyrir okkur í því og ég að beina þessu til bæjarfulltrúar Rakelar Óskarsdóttur þar sem hún situr í stjórn og satt þess að fundi hvort hún gæti svona aðeins gefið smá input í þetta. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir og næstur á mælendaskrá bæjarstjórinn Sævar Freyr Þráinsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það svona aðeins að ná að fjalla eða minnast á ráðstefnu sem var laugardaginn í samstarfi við SSVF. Þannig ég tengi þetta svona aðeins við sambandið og næði þannig að svona búa til ástæðu til að minnast á hana en hún var alveg einstaklega vel heppnuð og mér finnst vera þess virði að við minnumst aðeins á hana. Og með leyfi forseta þá ætla ég að fá að lesa hérna Facebook-færslu sem að Helena Guttormsdóttir setti hér á netið sem að mér fannst vera bara mjög skemmtileg samantekt á þessari ráðstefnu og hún svo hvað þarf til að gera gott samfélag? Kannski byrja á að kaupa málningu og gera fallegt í kringu sig. Raunverulegt fyrirtæki með lífrænt vottaða framleiðslu og frumkvöðla. Hver eru áhrif akstursins sem við teljum sjálfsagðan? Snjóbolta áhrif skapandi einstaklinga í litlum og stórum fyrirtækjum. Hvort betra fjarbúð eða sambúð? Hver galdurinn á bak við upprisu Siglufjarðar og uppbyggingun í Húsafelli? Aftur komum við að fegurðinni, kjarnanum menningunni, einkaleyfi og Evrópustyrkir hjá Skaganum 3X, framtíðarsýn Elkem, frumkvöðlasetur á Grundartanga og svo margt fleira sem var rætt á ráðstefnunni, að sækja vatnið við lækinn á Akranesi í gær. Við fundum vatnið í læknum, beygðum brú yfir lækinn og ákvaðum að vera ekki eins og latikera á Lækjarbakka, en það sem upp úr stóð hjá öllum var að við þurfum að rækta mennskuna. Það góður tónninn í daginn. Svo endar hún þetta á að segja takk allir fyrir einstakann dag. Þetta fannst mér vera viðeigandi samantekt hjá Helenu á þessari frábæru ráðstefnu en við vorum á þessari ráðstefnu að sjá hversu gríðarlega mörg tækifæri það eru að sækja fram hér á Akranesi eins og var fært rök fyrir í pallborði í lokin að við búum í hamingjusamasta sveitarfélagi landsins og það sett fram með hamingjuvísitölu sem var tilgreind þarna sérstaklega
og aðrir fjölmiðlar eru byrjaðar að kveikja á því og vekja athygli þeirra sem á hlusta og þeirra sem eru hér inni að vilja þeir hlusta á bæjarstjóran fagna þessari niðurstöðu. Það var í útvarpsviðtali klukkan 8 í fyrramálið á K100 sem við ætlum að ræða hvers vegna við erum svona hamingjusöm á Akranesi. En svona áður en ég svona sleppi þessu umræðuefni þá var gríðarlega mikilvægt í samstarfi SSVAF, Landbúnaðarháskólan sem var auðvitað Helena var svona okkar tengilegur í því og Akraneskaupstaðar að kveikja neista hjá öllum þeim mögulegu frumkvöðlum sem hafa áhuga á því að ná árangri og ég viss að þetta mun bera gæfu fyrir bæinn okkar og langaði bara rétt að minnast á þetta. Ég vil lokið máli mínu. Takk fyrir bæjarstjóri Sævar Freyr og næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar aðrir sem á hlýða. Mér langaði nú bara að nýta tækifærið að því að bæjarstjóri opnaði á það undir þessum dagskrárlið að þakka fyrir frábæra ráðstefnu að mér langaði bara að gera það sama. Þetta voru ótrúlega áhugaverð erindi og dagurinn leið ótrúlega hratt. Þetta fangaði hugamanns algjörlega að sitja þarna og hlusta á þetta. Þau tækifæri sem við höfum í rauninni hvað einstaklingsframtaki skiptir miklu máli en hver jarðvegurinn þarf að vera hjá ríki og sveitafélög kannski svo að einstaklingsframtaki nái fram að ganga. Og það var svo sannarlega rétt sem að framkom á þessari ráðstefnu að vatnið í læknum. Það algjörlega í læknum hér á Vesturlandi og tækifærin til staðar og það bara kjör tækifæri fyrir okkur að nýta þau. Og ég sagði þarna var að draga saman erindin og í stað þess að fara að endurtaka það sem var búið að koma fram þau flottu erindi sem að þarna voru flutt og þá vitnaði ég í verkefni sem ég hef verið að vinna aðeins í hinu starfinu mínu sem grunnskólakennari sem undirbúa 8-9 ára börn undir svona tækniframfarir að ég sem í rauninni frekar kassalögu típa sem þarf að hafa hlutina svolítið innrammaða og finna stundum ógnanir inn í þeirri með tæknihraða og þeim breytingu sem við erum í að hversu auðvelt þetta fyrir ungu kynslóðina, nú tala maður eins og maður sé mjög gamall en að það eru þeim litlar áskoranir að horfa inn í það hvort það er að búa til og ímynda sér sjálfkeyrandi velmenni eða dansandi róbóta og annað slíkt en þetta nefni ég því að það var aðeins til umræðu þetta á þessari ráðstefnu áhrif fjórðu byltingunnar og þá þætti á samfélagið okkar en það enga kvíða þó að svona kassalaga fólk eins og ég sé hérna á 50-aldri að þá allavega kynslóð þarna sem mjög flinki því að hugsa þetta en ég ætla ekki að hafa það lengra en ég vil bara þakka öllum þeim sem skipulögðu þennan dag fyrir frábært framtak og ótrúlega áhugaverð erindi sem svona opnuðu hugan aðeins úr kassanum inn í kannski aðeins óreglulegra form. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar til að kveða mig ljós hér undir þriðja lið þessarar fundargerðar og kannski vekja athygli á því að þessi bókur sambandsins óvenju hörð sem þarna kemur fram og bendir nú til þess að eitthvað hafi gengið á. Sambandi lýsir því hreinlega yfir að það hafi ekki verið haft neitt samráð við sambandið eða sveitarfélög og þetta þessi ákvörðun sé algjörlega einhliða
og ég vil taka undir það með sambandinu að þetta í algjörri andstöðu við það samstarf sem hefur verið á undanförnum árum að þróast milli þessara tveggja stjórnsýslustiga og það satt að segja gríðarleg vonbrigði að menn skuli ekki hafa getað sest niður og rætt saman áður en að þetta fer í þennan hnút. Við sem fylgjumst með fjölmiðlum við sáum nú að það voru kryddur aðeins í fjölmiðlunum og þeir sem hafa kannski fylgst með þinginu líka þá sjá þeir að áætlunin eins og hún lítur út í dag hún eins og sambandi nefndi að hún yrði og það er kannski ekki rétt að tala um niðurskurð en það er allavega greinilega aðhaldskrafa. Ríkið ætlar sem sagt að frysta greiðslurnar yfir þessi 3 ár eða aðalega 2 ár, 20 og 21 og það mun hafa velar afleiðingar á tekjur sveitarfélaga og það er auðvitað ekki góður grundvöllur ef ríkið ætlar að ná sínum markmiðum sparnað hins opinbera með því að spara hjá sveitarfélögum. Það verður eðlilegt að ríkið skæri þá niður sín framlög í sína málaflokka fremur en að leggja þetta alltaf á sveitarfélögin. Það eins og þannig að maður velti fyrir sér í aðdraganda að þessari uppákomu þá kannski rétt að nefna það að það hafa nú hefur verið uppi mjög viðkvæm staða í kjaradeilum á Íslandi og ríkið kom fram með ákveðið útspil og reyndar sveitarfélög líka í tengslum við lausnir í húsnæðismálum. En krafan svo sem staðið upp á ríkið að mestu að koma fram með einhverju lausn sem að gæti verið til þess fallin að sætta aðila, að færa aðila á vinnumarkað nær hvor öðrum og menn séu þá ekki endilega einblína á kauphækkanir heldur reynir menn þá að stjórnsýslustigin haldi í sér varðandi skattheimtu og mögulega lækka álögur. Þar hefur fjármálaráðherra meðal annars kallað eftir því að sveitarfélög hafi einhver aðkomu að þessu samkomulagi og ég vil bara segja það að mér finnst við hafa verið of íhaldssöm í því eða einstrengislega kannski frekar við að lýsa yfir vilja til þess að koma að þessum viðræðum með einhverju leyti og ég bara nefni til dæmis hjá okkur, við vorum í samtali hér í bæjarstjórninni þegar við vorum að velta fyrir okkur hvernig við ættum að bregðast við hækkuðu fasteignamati og ákváðum í raun að lækka álögur eða prósentuna til þess að mæta þessari hækkun. Mér finnst í raun að auðvitað kannski ekki rétt að spila þið út á fyrstu stigum samningaviðræðna en ég held að við hefum ekki að útiloka aðkoma okkar að þessu samkomulagi og það auðvitað þannig að við erum í rauninni það stjórnsýslustig sem byrjar að taka byrjar í skattheimtunni gagnvart launþega og þess vegna skiptir auðvitað máli hvernig við búum hnútana. Það sem ég varst athyglisvert í þessum umræðum var að sveitarfélögin í rauninni sögðu bara nei strax og það væri ekki neitt til hjá sveitarfélögunum. Sveitarfélögin eru auðvitað og við þekkjum það svo sem ég vel að það eru miklar kröfur til sveitarfélaga en það eru líka miklar kröfur að hálfu íbúa sem ekki eru endilega miðað við lögbundna þjónustu. Þar þurfum við að geta skorið í milli og skila á milli þegar við erum að ákvarða í rauninni þau útgjöld sem við viljum hafa í því að veita íbúum þjónustu. Ég rakst á frétt á heimasíðu sambandsins sem frá því í dag kemur óvart hún hafi ekki verið komin neitt í fjölmiðlana þar sem að sambandið að vekja athygli á því að það skert framlög að ræða og það búið að taka einhliða ákvörðun í þessu máli
og það sem ég fannst kannski athyglisverðast í hvernig skiptingin á milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar. Og þegar maður horfir á tekjutapið per íbúa, þá, með leyfi forseta, þá er þannig að höfuðborgarsvæðið að tapa 362 krónum á íbúa, meðan að íbúar til dæmis á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra að tapa 36.000 og rúmlega 33.000 af sínum tekjum per íbúa. Og það eitthvað skrítilega gefið í þessu, og nú þannig ef maður skoðar uppleggið gagnvart í hvar á að spara, þá skýrir það að nokkur leyti af hverju þetta raðast niður með þessum hætti. En við getum séð eins og til dæmis í okkar tilfelli, þá þannig að við erum væntanlega á næstu 2 árum miðað við óbreyttar forsendur að bera 90 milljónum króna minna á bítum en við gerum ráð fyrir. Og þau sveitarfélög sem hafa reitt sig hvað mest á framlag jöfnunarsjóðsins fara mörg hver ansi illa út úr þessum niðurskurði eða þessari aðhaldskröfu. Ég held að við hljótum að þurfa að taka samtalið hérna til dæmis inn í okkur, eða allar ekkert annað sveitarfélag, sambandi allar raun ekki að sýna sérstaka aðkomu að kjaramálunum, þá held ég að við ættum í raun jafnvel að taka frumkvæði hér í okkar sveitarfélagi. Við getum komið að kjaramálunum í ýmsum hætti, og mér langar til dæmis til að nefna að því við ræddi fasteignagjöldin áðan, að þá það ekkert sérstaklega þægilegt heldur fyrir okkur að vera að búa það að fasteignamati geti sveiflast verulega á milli ára og við séum að endalaust að þvælast í að breyta prósentunni. Ég tel til dæmis að við getum lýst því yfir hér á okkar vettvangi að athuguðu máli að við myndum mögulega halda í við okkur með hækkanir á okkar gjaldskrám og til dæmis eins og gagnvart fasteignarsköttum. Það þarf auðvitað að haldast í hendur við þær áætlanir sem við erum með, og við þurfum auðvitað að gæta því að við rekum okkur ekki öfugmegin við núllið, og það er auðvitað kannski okkar verkefni þá að velja þær gjaldskrár sem við ættum að geta lækkað án þess að setja rekstur bæjarins í uppnám. En því hér var nefnt í dag eða fyrr í dag að við hefðum verið að skoða fjárfestingar möguleika eða hvað bæri ræður við að fjárfesta fyrir á hverju ári. Þá held ég að við ættum í rauninni að taka það inn í þessu umræðu okkar, og ég hefði í rauninni haft gaman að því að heyra í oddvitu meirihlutans með það hvaða afstöður hafa til þess að við einfaldlega tækjum okkur til og myndum þá ríða á vaðið með það að athuguðu máli að vera með innlegg í kjaraviðræðurnar. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson, og næsta málefndagskrá er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir sem á hlýða. Já, hvað varðar þær breytingar sem að lagðar eru til, hvað varðar ríkisfjármálaáætlun og þarna framlög úr jöfnunarsjóði, þá hefur þessi umræða líka og þessi ákvörðun eða þessi tillaga oft minnt mig á umræðuna líka sem var í kringum frumvarp tekjustofna sveitarfélagana sem var lagt fram fyrir örfáum árum, en þar kom mikil gagnrýni þar sem er inni höfuðborgarsvæðið var að fá mun meira með þeim breytingum út úr
frumvarpið fól það í sér að höfuðborgarsvæðið átt að koma sterkar út úr þeim breytingum heldur en landsbyggðin og bara ef við líta á í rauninni það kjördæmi sem að ég starfaði í að það voru svona eins og Borgarbyggð og Blönduós og aðrir minni staðir að í rauninni með mjög mikil mótmæli gegn þessum breytingum á meðan eins og höfuðborgarsvæðið fagnaði þeim. Þannig að þessi umræður oft mynd mig á það og líka þegar maður sér tölurnar og hvað áhrif þetta er að hafa í rauninni núna. Og þessir útreikningar sem er að koma fram á heimasíðu sambandsins og í þeim gögnum sem við höfum meðal annars fengið. En hvað bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson ræðir hér aðkomu okkar að kjarasamningum, þá þetta gerum við okkur öll held í grein fyrir því að staðan er gríðarlega alvarleg úti í kjaraviðræðum og ég tel það sem mjög mikilvægt fyrir mjög marga og alla líti eigin barm, þannig að hvort að við bara vísum þessu til frekari umræðu inn í bæjarráði þar sem við oddvitarflokkana getum átt samtal og sjá hvaða skref hægt er að taka og hvernig við vinnum málið áfram, tel ég að væri bara mjög góð til að svo stöddu og við auðvitað hér í bæjarstjórn erum líka auðvitað vön að velta við alls konar steinum og skoða hlutina og þannig ég legg það til ef að það er ekki mótmæli hér í bæjarstjórn við allavega tökum umræðina áfram milli oddvitaflokkana inn í bæjarráði og sjáum svona hvert það leiðir okkur. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Ætla ég að óska eftir því að varaforseti leysi mig af eitt augnablik og fá að stíga aðeins upp í ræðustól. Gerðu Jóhanna Jóhannsdóttir. Já, takk fyrir. Ég býð þá bæjarfulltrúa Valgarð Lyngdal Jónsson að fá sér ræðustól. Takk fyrir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Því að bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson kallaði hérna eftir viðbrögðum frá oddvitum meiri hlutaflokkana og finnst mér nú tilhlýðilegt að koma inn á upp. Bæjarfulltrúin Ólafur, hann talaði sem sagt um þetta að möguleikan á því sveitarfélag eða sveitarfélög og þá Akraneskaupstaður sérstaklega sem sagt hefði frumkvæði af því að koma með innlegginn í kjaraviðræður til dæmis í gegnum gjaldskrár, fasteignagjöld og fleira og að við færum þá svolítið, hann myndi svolítið á þetta með lögbundna versus ólögbundna þjónustu og við þurfum þá að leggja svolítið vel yfir það hvað við erum að gera og hvað að því er lögbundið og hvað ekki. Fyrr á þessu fundi ræddi bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir eignasafn bæjarins, hvað við þurfum að eiga og hvað ekki og ég er bara alveg sammála því að þetta þurfum við alltaf ræða og að sjálfsögðu erum við tilbúin til að ræða málin. Þegar að staðan er eins og hún er núna í kjaramálum í landinu að það er erfið staða uppi, þá þurfa allir að hugsa það hvað getum við lagt af mörkum og ég verð bara að segja fyrir mig að ég er alveg tilbúin í það samtal að við hér sem veitum þessu bæjarfélagi forystu setjumst bara niður saman og förum yfir það hvað við hugsanlega gætum gert eða lagt af mörkum og hvort að það er líklegt til þess að velta við einhverju steinum í þessum málum. Þannig að ég veit ekki hvað kemur út úr slíku samtali, ég get ekki séð það fyrir en auðvitað erum við til í að ræða málin. Takk. Ég þakka bæjarfulltrúa Valgarði L. Jónssoni fyrir og býðum bara að taka við hlutverki sínu að nýju. Þakka bæjarfulltrúa Gerði Jóhannu Jóhannsdóttur varaforseta fyrir þessa innáskiptingu.
Næsta mælendaskrá bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Spurningum var beint aðeins til mín í upphafi umræði undir þessum lið frá bæjarfulltrúa Gerði Jóhönnu. Mér er það bæði ljúft og skylt sem fulltrúi Norðvestur kjördæmis sem sitjandi í stjórn sambandsins að greina aðeins frá bæði kannski minni upplifun og á þessum málefnum sem hefur verið rætt hér og kannski undir þriðja liðnum það er spurt hver er staðan á þessu máli, er samtal í gangi og ég ætla bara að byrja á því að taka undir orð Ólafs Adolfssonar bæjarfulltrúa þegar hann lýsir því að þetta er þetta mikil vonbrigði að samtala okkur sveitarfélaga við ríkisvaldið, bæði fjármála- og efnahagsráðuneytið og sveitarstjórnar- og samgönguráðuneytið skuli vera komin á þetta stig og viðbrögð okkar í stjórninni voru vissulega hörð en samræðurnar voru beittari á fundinum en koma fram þarna í þessari bókun og það var farið svona ákveðna málamiðluna leið í þessu en þó að á meðan á viðræðu stendur munu fulltrúar sambandsins engar ákvarðanir taka í samstarfsverkefni ríkis og sveitarfélaga. Þarna er bara verið að segja að við tökum ekki neinar ákvarðanir sem eru skuldbindandi fyrir sveitarfélög. Og ég get alveg sagt að fyrir mitt leyti að mér fannst þessar tölur gríðarlega sláandi þegar ég setti svona upp Vesturlandshattinn minn að þetta séu 331,5 milljón fyrir þetta svæði. Það er bara gríðarlega mikið þó að þarna séu 2 sveitarfélög sem eru með núllskerðingu af því þeir eru ekki að fá í rauninni þetta framlag frá jöfnunarsjóðnum. Þá er þetta bara gríðarlega sláandi og ég vill bara trúa því að það verður einhvern veginn reynt að finna einhverja lendingu í þessu máli, að við séum ekki að komin á þennan stað sambandið að þurfa að vera í einhverjum slag og brefaskriftum og bókunum við ríkisvaldið. Ég bara vona svo heitt og innilega að þetta verði nú ekki staðan og svona þau samtöl sem ég átti núna bara helgina er allavega á þá leið að það er eitthvað að vera að reyna að vinna í þessu en svo er komin fréttin á heimasíðu sambandsins og það verður fróðlegt að mæta á næsta fund en landsþingi okkar er nú í millitíðinni á föstudaginn næsta þar sem ákveðið hlutfall kjörinna fulltrúa mætir á þá þing og ég er nú alveg viss að að formaður okkar í sambandinu komi nú til með að benda hressilega á þetta í ræðu sinni þar. Svo er talað 5. liðið, bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna talaði 5. liðin, framkvæmd kostnaðarmats, lagafrumvarp og þingsályktunartillagna frá 2014 til 2018. Þetta er búið að vera svolítið endurtekið efni inn á fundum sambandsins að þetta er eiginlega bara gjörsamlega ólíðandi þegar það er verið að setja okkur sveitarfélögum einhvern veginn svona verkefnin að við þurfum að sinna þessu og við vitum til dæmis að
bara málaflokkur skólana, hann hefur aukist gríðarlega mikið og auðvitað eru margar breytur sem koma þar inn. Það er einsetinn skóli og það eru öll stoðþjónusta og það er svo margt sem hangir á spýtunni sem að kostnaður okkar sveitarfélagana er alltaf að aukast en einhvern veginn framlagi frá ríkinu ekki fylgi takt. Þetta má líka segja málefni fatlaðra að við til dæmis Akraneskaupstað erum búin að vera að borga með þeim málaflokki alltaf held ég og erum að bítast þessa fjármuni sem að hafa verið að koma inn á okkar þjónustusvæði og sem ég reyndar glöð að sé að kannski koma með réttlætri útkomu núna fyrir þetta ár heldur en svo oft áður en það er kannski í efni í annan fund síðar. En þetta er óbáslega áberandi allavega frá mínum bæturum séð í ákveðnum málaflokkum og það snýr að velferðar og svona mannréttindarmálum. Það er óbáslega hafa verið að koma svolítið tíð frumvörp þar frá þeim ráðuneytum og við höfum kallað skýrt eftir þessu innan stjórnsambandsins að það fylgi hver kostnaður auki sveitarfélag er í þessum málum. Þannig að ég held að við bara komum til með að hamra járnið með það heitt, bæði í þessu máli sem og þessu máli varðandi þessa frystingu jöfnunarsjóðs og það er alveg rétt eins og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson segir, þetta eru tæpar 90 milljónir fyrir okkur og það er bara alveg helling. Og það var svolítið rætt líka einmitt af hvaða málaflokki eigum að taka þessa peninga? Hvaða lögbundnu þjónustu eigum að skerða niður? Þetta er svona spurning. En varðandi bara að lokum að kjaramála umræðan að ég er svo heppin að sitja í kjaranefnd sambandsins en það er eins og ég segi við ykkur og hef sagt við ykkur áður að sambandið er svolítið eða hefur opinberað kannski svolítið að bíða eftir því hvað gerist á almenna vinnumarkaðnum. Það er hann sem leiðir og það er bara þannig, það er mikið undir þar en ég tek heilshugar undir og hef aðeins rætt það inn á fundi sambandsins þessar hugmyndir bæjarfulltrúa Ólafs Adolfssonar rauninni hvernig við getum kannski komið saman sem ein heild en það eru svolítið mörg sveitarfélög í landinu og mörg að mínu mati að fara að koma okkur saman kannski eina línu í þessu en maður veit aldrei fyrir maður reynir. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð sambandsins, það er bæjarstjóri Sævar Freyr. Gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson kom með marga góða punkta í þessu. Mér langaði aðeins að svona kannski reyna að tengja punktana kannski meira saman og kannski kemur út úr því eitthvað bull en það er stundum ágætt að setja hugsanirnar sína niður og sjá hvort að við getum svona reynt að skilja óreiðuna sem að núna er í þessu máli finnst mér. Ef maður horfir til þess að rétt áður en að þessi bókun kemur frá sambandinu og þá voru nokkrir þingmenn að tjá sig í fjölmiðlum aðkomu sveitarfélaga að þessum kjaraviðræðum og maður velti fyrir sér hvort að frumhlaup sumra sveitarfélaga, ekki þessa sveitafélags, að mæta í fjölmiðla og slá á bara útiloka það væri ekki tækt að sækja í vasa sveitafélaga hafi kallað hreinlega á þessi viðbrögð og ég fannst Óli svona kannski bæjarfulltrúi Ólafur benda setja þetta kannski í það samhengi en mér langar svona bara að tengja punktana aðeins sterkar og velti þessu upp hvort að einmitt viðbrögð sveitarfélagana hafi kallað á þessi viðbrögð ríkisins
og niðurstaðan fyrir þetta sveitafélag 87 milljónir króna sem að áætlað að það verði í lækkandi greiðslur úr jöfnunarsjóði sem dreifist yfir 2 ár, 31 milljón árið 2020 og 55,6 milljónir 2021. Þessi 87 milljónir gera 11.756 per íbúa og svo ætla ég nú að búa til aðra svona kannski ólíkindalegri samlíkingu en hún að ráðherra sveitastjórnarmála hann mætti á þing sambandsins á Akureyri og fór þar yfir svona carrot and stick eins og ég kallaði aðferðafræði til þess að ná mönnum til samningaviðrana sem að gengur út á það að þrengja stöðu minni sveitafélaga þangað til að þau hafi engan möguleika annan en að finna leiðir til þess að sameinast og verðlauna þá sem að ætla sér að sameinast og þetta getur bara verið ákveðin klókindi hjá ríkinu til þess að fá sveitafélögin til þess að hlusta og ég allan að vil kasta það inn hérna hvort sem það eitthvað til í því og við þurfum þá að velta því fyrir okkur hvað okkar svona hlutur í þessu en ég tek undir það að það getur engin hafna því að vera með í því að finna úrlausn í þessum kjaraviðræðum sem að nú það bara of mikið undir fyrir sveitafélögin líka að það náist ásættanlegir samningar fyrir alla við samningsborðið hvað sem síðan til í mögulegum svona þreifingum sem að ég hérna að orða. Takk fyrir. Takk fyrir, Sævar Freyr. Fleiri sem að óska eftir að ræða fundargerð sambandsins. Svo ekki og þar með 860. og 9. fundargerð stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga með lögð fram til kynningar og við eigum eftir að ljúka 8. lið með málsnúmeri 19.006. Þetta eru fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2019 og fundargerðin hefur nú verið inn í fundargátt í nokkur tíma. Hér að 100. og aðra fundargerð orðið laust og það bæjarfulltrúi Gerður J. Jóhannsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og þeir sem má hlýða eða horfa. Það eru 2 atriði sem langaði að nefna í fundargerðinu og það fyrsta málið sem sárafátæktasjóður Rauða krossins. Sárafátækt skilgreind af Hagstofunni að það fólk sem býr við verulegan skort á efnislegum gæðum og eru við þá að tala að hér á landi yfirleitt því miður síðustu árin á bilinu 0,7 til 1,8% íbúa sem að flokkast sem sárafátæk. En þetta styrkur sem að þeir sem falla undir þær eru búin að fólk sem á í rauninni ekkert annað eftir búið að fullnýta öll úrræði alla greiðslu frá félagsþjónustu sveitarfélaganna, atvinnuleysissjóðum og Tryggingastofnun geta þá sótt í þennan sjóð og upphæðir styrkjana eru nú ekki háar en geta sótt 2 ári 40.000 krónur fyrir einstakling og 50.000 fyrir hjón. Þetta bara Rauði krossinn að vekja athygli á þessu og þetta verið að leggja þetta bara fram til kynningar þannig að alveg rétt að vekja athygli á því. Hitt annar liðurinn á dagskránni og fundargerðin húsnæðisáætlunin. Þetta einungis drög inn í hana vantar bara töluvert ennþá. Það verður að segjast en ég ætla að þakka Hrefnu Rún fyrir vinnuna við þetta ásamt þeim á sviðinu, velferðarsviði sem eru að vinna þessu. En eins og ég segi, þetta verk í vinnslu. Það verður bara að horfa á það sem slíkt og bara erum að reyna að keyra þetta áfram og vonandi bara verður þessari vinnu lokið bara sem allra fyrst. Svo það 3. liður á dagskrá,
öldungaráð Akraneskaupstaðar. Ég ætla bara að fagna því að það sé þá loksins komið á koppinn og óska þeim sem tilnefndu voru í ráðið og samþykktir áðan til hamingju og bara óska þeim velfarnaðar í störfum sínum í ráðinu. Annað var það nú ekki. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Fleiri sem að óska eftir að fá að ræða fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Svo er ekki og er þar með 100. og önnur fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs frá 20. mars hér með lögð fram til kynningar. Fleira er ekki á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar og ég segi 1290. fundi bæjarstjórnar Akraness slitið.